Já, kæru hlustendur, Arnar Þór Ólafsson og Yngvi Þór Georgsson, bjóða góðan daginn. Ég heiti Georgs. Ég heiti Georgs, Artóla. Mættir með ykkur. Já. Jæja, það var bara 8. þáttur. Já. Minn annar á tökkunum. Já. Fyrsti gekk það vel. Og það er komið til að vera. Komið til að vera. Já, já. Segja. Já, það lítur út fyrir það, bara því miður fyrir þig og þína aðdáendur, en hérna... Já, mínir aðdáendur eru farnir að segja þegar þriðjudagsklukkurnar klingja, þá er komið ný pingja í boði Arnars og Yngva. Já. Herðu, þú tókst þetta lengra. Já. Skemmtilegt. Já, ég vil kannski biðja afsökunar á því, ég er svona léttkvefaður, það er einhver pest að ganga. Það er influensu faraldur núna. Ég heldur skrifum það á þína aðdáendur. Já, ég held það líka. Ég hef ekki komið nálægt þeim. Ásakið þetta. En, herðu, það var nú heldur betur helgi. Já. Núna, það voru árshátíðir bara út allt. Já. Það mátti sjá bara dansandi launþega hérna á hverju horni. Jú, og rentapartí hafði ekki undan. Nei, einmitt. Og ég held að það sé að tikka upp þetta trend að yfirmenn er að ferma starfsfólk í árshátíðunum. Já. Og bara taka það fram. Þau eru sjálf ekki að selja þessa presskraga og kuplana sem starfsfólk er í. Þetta er einmitt eitthvað hittnað í dag. Já. Að láta ferma fólk. Já. Hann er að ferma mig. Já, ferma starfsfólk. Og ég meina, þetta er líka þannig sko, það eru margir sem að muna ekkert almennilega eftir fermingardaginum. Nei. Voru svo spennt og fjalli yfirlið og þetta fór svo mikið í undirbúningin. Já. Að ég hef heyrt að starfsfólk, sérstaklega í þessu tryggingafélagi fyrir vestan, það er bara svona, vá, nú er ég loksins fermdur. Já. Sko, þegar þau eru að upplifa loksins að gera þetta sko, og það er ekkert stress, bara yfirmaðurinn. Já. Er að hella á því rauðvíni og bara einhverju fjöri. Sé þetta fyrir mér sko. Já, já. Ég er reyndar áttað með á því þú varst að segja að það eru sko 4 dagar í að séu 15 ár síðan ég fermdist. Já, ég var í þessu fræga... Það herrans ár 2007 sko. Þá voru veislur sko. Já. Vá maður, það hefur verið gott ár til að ferma sig. Já, já. En það toppar ekkert að ferma sig árið 2022 með rentapartí. Einmitt, ég segi það. Bæði fyrir ferminga fyrir 13-14 ára og svo fyrir starfsfólk sem er lengra komið og vil láta yfirmenn ferma sig. Algjörlega. Ég hafði nú orðað því að ein árshátíð helgina hafi verið hérna á vegum prófnefndrar viðurkenndra bókara. Nú? Og það sögðist upp úr þar. Í alvörunni? Já, það var einhver gargandi að reiðurfjár hlutfallið ætti allt eins heima þarna í 3. testamentinu eins og veldur það viðskiptakramna. Já. Og það bara sögði allt upp úr sko. Í alvörunni? Þannig að reiðurfjár hlutfallið vantar hana. Hjá okkur þá eða? Já, inn í bara 3. testamentinu. Vantar inn í 3. testamentinu og það var einhver alveg brjálaður yfir því þarna. Og prófnefndin, það var eitthvað tekið á honum sko. En þetta eru sögusagnir. Ég get ekki staðfest þetta. Eru þeir að beita gömlu góðaða fyrir honum að crossfesta eða eitthvað svoleiðis? Ég veit það ekki. Það lítur allan út fyrir að það er einhverja súpa segði í dag. Það er einhverja deilur þarna. Já. En ég er sammálaðið að reiðufjár hlutfall á allt eins sess þarna í Eru það eitthvað beint til okkar eða tiplum við ekki bara fram hjá þessu? Hvað segirðu? Tiplum við ekki bara tánum fram hjá þessu? Jú, við að sjálfsögðu. En já, svo fann ég líka upp á nýju orði helgina, sennilega lengsta orði á Íslandi. Já, ok. Skammtíma greiðsluhæfis kennitölu samanburður. Vá. Það eru 42 stafir. Já. Erum við að fara að taka það? Nei, já, það geti verið. Nei, reyndar ekki með neitt samanburð í dag, sko. En ég er nokkuð vissum að þetta sé legit orð, sko. Já, segðu þetta einu svona. Skammtíma greiðsluhæfis kennitölu samanburður. Ok. Þannig að það væri athyglisvert ef einhver íslensku fræðingur eða eitthvað hefur lagt hérna við hlustir og gæti kommentað á þetta bara inn á beintin á Dýbind og Pingjan. Dýbind og Pingjan, yes. Facebook-grúpan okkar. Já. En herðu, já, það eru fleiri styrktaraðilar, það er ekki bara rentapartí. Samstarfsaðilar, auðvitað. Án þeirra væru ekki hér. Nei, það er Dominos, fyrst og fremst. Það er 3. tilboð í kvöld. Heyrðu, ég ætla að vera með sprengjur í næsta þætti. Ég er nefnilega búin að hlusta á hlaðvarp tilhörð Dominos. Ok. Og það hét í upphæðu Domingos. Nei, nú ert að grínast. Nei, stofnaði bræðurum og já, Dominos kemur ekki fyrir hann kaupir hann bróðin út, sko. Okay. Bróðurinn. Og tók hann geðið út? Já. Og eins og ég segi, ég er nú kannski ekki alveg nógu vel undirbúið núna, en þetta er bara fact. Domingos. Já. Það er skemmtilegt. Já, en það er 3. dagur, það er deluxe dagur í Sjóvá og hjá öllum landsmönnum. Já.
Heldur betur, og svo það Joe and the Juice, það miðvikudagur, það tilbúið í appinu, það á miðvikudegi, tilbúið í appinu. Það á morgun. Það á morgun. Ég veit það. Og þar hérna loka og lítill djús eða kaffi á 1490. Já. Og mælum eindreið með því. Heyrðu, ég ætla líka að koma með eitt inn í Deep into Pingjan. Ég finn náttúrulega í smáralindina heldur oft. Og ég byrjar að taka selfie af mér með Joe and the Juice staðnum. Það fyrir framhjá. Ég ætla að reyna að láta þetta trenda út af því að tókstu þátt í plankanum þegar fólk var að planka? Já, eitthvað, ég tók þátt í því. Ég held að sé nýtt að taka selfie sem með Joe and the Juice staðnum og því hann er svo flottur inn í smáralind. Og helst með sko báðum höndum, svona vel miðaldra, svona, þannig að þú heldur á símanu fyrir ofan hausina þér sko. Já, ég veit hvað þið, og með báðar hendur sko. Ég hendi inn mynd í Deep into Pingjan. Já, flott, líst vel á það. Já, þetta er skemmtilegt. En já, það á Facebook. Þú myndir ekki setja þá myndir á Twitter eða eitthvað? Nei, ég er ekki á Twitter. Nei, ég er nefnilega búin að velta því fyrir mér sko, við þurfum að fara að fá eitthvað shoutout á Twitter. Við fengum mjög gott frá honum hérna Andra Marúna sinni, mínu manni hjá Sjóvá. Gjörsamlega heldur þeim rekstri uppi. Já. Hann sagðist verið að taka 3. uppvaski með pingjun og eyrun. Já, það er frábært. Og það væri fróðlegt að vita hvort einhverju fleiri þarna úti væri að sinna 3. uppvaskinu bara með okkur í eyrunum. En hvað, er hann að vaska upp pítsakassana eða hversu umhverfisvænn er hann? Ég veit ekki hvað hann er að gera, hann er bara í þessu hefðbundna 3. uppvaski. Já, ok. Það 3. uppvaski getur verið alveg vel leiðilegt maður. Já, ekki að þú panta bara Dominos. Nei, það er þetta hörkupunktur. Já. Það er hörkupunktur sko. En nei, já, gaman að heyra. Gaman að heyra einhvern veginn að hlusta á okkur, þannig að... Ég segi það. En heyri, nú ætlum við bara að dempa okkur í þetta. Já. Nei, við gleymum náttúrulega keldunni. Grunninnviður. Kitti í keldunni. Það er okkar maður. Já, ég er komin í Kodiak. Kodiak klíkuna. Já, einmitt. Og við ætlum að vera, held ég, annarkvort næsta föstudag eða þar næsta föstudag. Geta átt eftir að láta okkur vita. Með svona við ætlum að kveikja á kertum fyrir öllum þeim sem er á fjármálamarkaði án Kodiak. Já. Bara, Guð blessi þau. Án grín, sko. Þetta er alveg geggjað forrit. Já, Kodiak og... Þetta er það sem þú, sko, fyrir bara svona fjármála áhugamenn. Þetta kerfi er eitthvað sem að þú vissir ekki að þú þurftir. Nei, akkurat. Og við ætlum bara að hittast þarna á hotninu á Borgartúni sem að hótelið er fyrir framann. Hann er milli N1 og hótelsins. Já, og þar verður kertafleiting eða? Já, og það verður hengt upp logo hjá einhverjum fyrirtækjum á markaði sem er ekki með Kodiak, bara til að biðja með þeim. Já, ég hlakka mikið til. Já. En heyri, svo ég kannski ríði bara á vaðið með ársreikning dagsins. Já. Já, ég er í dag með fyrirtæki sem að ég er búinn að hafa í pípunum mjög lengi og ég er ótrúlega spenntur að fá að fjalla um það hérna núna. Ok. Það hefur líka verið nokkuð sem óskað eftir því inn á hérna, Facebook-kónum okkar, Deep into Pingjan. Já, það er... það er rétt, þetta hefur komið þar. Já, þetta hefur komið þar. Þetta fyrirtæki hefur sem sagt verið dálítið í kastljósinu bara frá þeim degi sem að fyrirtæki var bara skráð í fyrirtækjaskrá, sko. En fyrirtæki sem umræðir er Blush. Okay. Og þau hjá Blush, þau eru að selja alls konar kynlífstól og maskínur bara fólki til unaðsauka. Og nú er ég búinn að kafa svoleiðis onni í heim þessara kynlífstækja, sko, við vinnslu þáttarins og bara samfélagsmiðlarnir mínir eru bara allir uppfullir af einhverjum tipparingjum og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Já, það. Ja, þetta er bara, hérna, ég sé ekkert fram á að losna við þetta. Mega þau auðlýsa á Facebook, eða? Ég veit það ekki, ég er bara búinn að vera að fá einhverja svona... Já, hlýtur að vera. Já, einhverjar auðlýsingar bara, og hvað á maður að gera í svona? Maður er alveg ráðfróta með þetta. Bara kaupa eins og getur. Bara meðan að bréfnur græn, þá bara óskaru þér inn. Ég segi það, en hérna, en þau reka hérna eina verslun á Dalvegi og hérna þau eru með gríðarlega öfluga netverslun sem samkvæmt eiganda fyrirtækisins skapar 40% af viðskiptum fyrirtækisins. En félagi sem heldur utan reksturinn í dag, það er stofnað árið 2015 og heitir BSH15 EHF og eigandi er engin önnur en Gerður Huld Arnbjarnardóttir og hún á félagið að fullu. En ég held að svona flestir hlustendur, flestir ef ekki allir, bara hafa síðan að bregða fyrir að minnsta kosti einu sinni áður. Kannski einhverjum sem þekkja söguna vel þarna bakvið, hún hefur náttúrulega mikið verið í viðtölum og annað. Hún er bara orðið svona íkon. Algjörlega, sko. Þetta er svona hugsjónamanneskja. Já. Og ég held að sé nokkuð að segja að þetta sé hugsjónamanneskja sem hlær í dag. HSH? Já, HSH-D. Ég held það. Eins og ég segi, það gæti einhverju þetta en ég ætla að reyna að koma aðeins sögunni fyrir í stuttri ræðu. En
Sko fréttum ber nú ekki saman hvenar hún stofnaði fyrirtæki uppáflega, en það líklega árið 2011 þegar hún stofnar hérna Blöss EHF, þá á 22. aldursári. Okay. Og ég á sjálfsögðu flettin upp á Íslendingabók til að kanna aldurinn og kemst þú reyndar að því að ég og pappinar erum sjömenningar. Ég veit nú ekki hvort ég geti verið að kalla hann frænda. Nei, ég á nú góð að segja því. Ég er alveg uppi að halda að Margrét Danadrottning sé frænka mín. Nú, já. Ok. Svo bara svona þegar ég kemst... Það heilbrigt uppeldi. Já, þegar ég kemst til vits ára, þá var það 13. liður eitthvað. Afi bara búin að hafa með að féþú allt mitt líf. Sagði öllum að Margrét Danadrottning væri frænka mín. Já, tjöfis. Ljósta honum? Ljúa svona strafnum, litla strafnum? Nei, það gaf mér von, sko. Já, ok. Það sem virkar fyrir þig. Já. En hérna, já, hún segir hérna frá því í viðtali að hún hafi fengið 200.000 króna lán frá föður sín fyrir fyrstu vörukaupum. Ok. Stóð bara í miklu harki hérna til að byrja með og segist meðal annars hafa borgað með rekstrinum úr sín megin vasa fyrstu árin. Og það, þú veist, hérna eru við komni bara í svona alvöru frumkvöðla sögu, sko. Já. Bölvað harki í byrjun. Já. En, sko, þetta félag sem hún byrja með, saga þess endar nú ekki betur en svo að það fyrir gjaldþrot. Bara hérna, og sko, hún segir hérna að það megi reyndar ekki til þess að önnur fyrirtæki stóðu ekki við skuldbindingar sínar. En félagið tekið til gjaldþrotaskipta í febrúar 2015, en hún lét ekki staðnum við þar því að bara í rauninni áður en að félagið var tekið til gjaldþrotaskipta í janúar 2015, sama ár, þá hafði hún stofnað annað félag sem heldur utan rekstur Blöss núna í dag, sem er þetta áðurnefnda BSH 15. Ok. Og það stendur eins og ég segi, ennþá í dag. Ég hefði hérna eftir henni úr viðtali við Snorra Björns, kollega okkar. Úr Snorri Björns podcastsjó að gjaldþrotið hafi verið hennar dýrasti skóli og út frá því þá hafa hann tekið ákvörðun skuldlaust líferni. Og það virðist hafa átt að sama við reksturinn hjá henni því að þetta nýja fyrirtæki hefur verið langtíma, nýja fyrirtæki, náttúrulega stofnað 2015 en þú veist, seinna fyrirtækið hefur verið langtíma skuldlaust bara samkvæmt öllum ársreikningum frá 2015 til 2020. Já. Þannig að hérna, en já, bara nóðum það, við skulum bara dempa okkur í smá yfirferð. Ég heyrði einhvern tímann að kvót besti tíminn til að fara á hausinu fyrir 30. Já, algjörlega, þá er mitt. Þannig að örugglega aldrei gaman, sko. Nei. En sennilegast best að taka þessa reynslu út. Nei, ég mitt, sko. Sem fyrst, sko. Ég verð að viðurkenna, ég var svona hlakkaði smá í mér, sko, en bara því miður, þá hafði ég ekki aðgang að ársreikningum úr gamla félaginu. Það hefur verið gaman að sjá hvernig félög líta svona út á barmi gjaldþrot, sko. Já. Þá var síðan náttúrulega ekkert gleðiefni að fyrirtæki fari í gjaldþrot, sko, en bara svona sjá hvað, þú veist. Ég nefnilega, ég með hugmynda einum sem að geti verið kannski 11. þáttur, sem er svona gjaldþrot special. Já. Það sem við tökum kannski, ég með hugmynda einu geggjuðu fyrirtæki sem að sko fór royally í þrot í hruninu. Við kíktum á það daginn. Já, já. Það er actually gaman, það var náttúrulega gengistritt lán og allir pakkin, sko. Það var alveg agalegt, sko. Já, allavega. En já, við skulum skoða það væri gaman. Við erum náttúrulega, rosa mikið að taka svona, mest svona einhver farsæl fyrirtæki, en það þarf náttúrulega líka að líta í dimmu hliðarnar. Já, og ekki það að hlakka í okkur heldur, þetta getur skaman til upplýsingar. Bara til fræðslu, sko. Og einnig til gamans. En hérna, ég er þó með alla ársreikningana bara hérna fyrir þetta nýja félag sem stofnaði 2015 og ef við bara byrjum á því að renna þess yfir ársreikningi 2015 þá fyrir hann okkur varlega á stað. Það er hérna bara 500.000 króna hlutafé, reyndar rúmlega 2 milljón króna lán frá henni sjálfri inn í félagið sem flokkast, sko, sem skammtíma skuld. Hún er ekki dottin strax þarna í lánapittin, sko. Það því að hún sagðist náttúrulega ætla að lifa skuldlausu lífi. Já. Hún hefur staðið við það út frá langtíma skuldum en já, þannig er hún í rauninni bara að flytja peningur hægri vasa í það vinstri. Hún er að lána félagi sem hún á 100% sjálf. Þannig að hérna, en já, félagið er að hagnast bara á fyrsta ári svona krútlegar 652.000 krónur í 26,6 milljón króna veltu. Okay. Og ég segi krútlegar, þú veist, býtu bara, því að árið 2016 hagnast hún tæpa 35 milljónir í 132 milljón króna veltu. Það er tæplega 400% aukning á veltu og 5.251% aukning á hagnaði. ef ég leyfi mér að djóka aðeins hérna. Eða þú veist, djóka ekki djók, þetta er bara rétt en þetta er svakaleg aukning milli ára.
En, þú veist, maður hefur séð að vera allavega. En EBITDA hlutfallið, þú veist, 33,5%. Ég hef bara ekkert séð svona hlutfall í svona smásölubransa, sko. Nei, þetta ruglgott. Já. Og þarna var hún algjörlega fyrst, eða ekki? Þú veist, það enda búið að vera Adam og Eva náttúrulega búið að vera bara einmitt frá Öráfi Alda, sko. Já. En þú veist, þetta ár 2016, þá bara, einmitt, 33,5% EBITDA hlutfall. Scantíma greiðslu hafi upp úr öllu valdi gott og reyndar engin arður greiddur, þú veist, hún bara safn í pingjuna liggja á 33 milljónum í hambari fé. Já. Og allt í toppmálum. Það hefur greinlega bara eitthvað lífsmaskínu æði komið þarna yfir landan þetta ár, sko. Já, líka. Og það var ekkert á útleið, sko. Nei, þú veist, við sjáum það í dag. Nei, ég að segja það, sko, því að, einmitt, ef við förum bara yfir í árið 2017. En hún líka stimpla sér svo inn að bara leggur hnefann á borðið og segir bara ég að selja þetta, kapís? Já, og kaupið þetta. Já. Hún talaði bara í boðhætti við fólk, sko. Hitt var bara búið að vera alltaf einhver svona svolítið grifjur, sko. Eða þarna Adam og Eva niður frá. Já, þú veist. Já. Svo veit ég meina búð hérna bakvið, það heiti heldur Tantra. Já, ég nefnilega tengdi alltaf svona Adam og Eva við bara eitthvað svona dónastað, sko. Já. Að þú veist, hún hefur einhvern veginn náð að gera þetta svona... Stigmatized. Svona, hvað myndum maður að segja? Normalisera bara. Step up af svona, svona normalisera, einmitt, sko. Algjörlega. En já, árið 2017, það leið bara með viðvarandi sprengingum og það hún að hagnast 57 milljónir króna í 197 milljónir króna veltu. Og ég byrja hlutfallið, þú veist, það hækkar upp í 36%, bara hvað að gerast hérna? Já. Hún ekki að leggja út fyrir þessum vörum sem hún að selja, bara spyrja? Við reyndar skoðum það nánar eftir, en annars aftur, engin greitur arður þetta ár. Ég get ekki sagt hún hafi verið að safna þó í pingjuna því að það þú veist, ástæðan fyrir hún greiðir ekki út arð sennilega vegna þess að samkvæmt sjóðstreymisyfirlitinu góða, seðilstreyminu, það sama ár, þá hún að kaupa, eða sko fyrirtæki kaupir skuldabrif fyrir 65,6 milljónir króna og þegar betur að gáð í skýringum ársreikningarins það gefið út á AS leigufélagi EHF sem nótabene í 100% eigu gerðar sjálfurar, sko. Ok. Það augljóst að blössið þarna bara að lána AS leigufélagi pening og skoður ársreikningur AS leigufélags þetta ár 2017. Þá má sjá að fyrir þennan pening þá keypt fasteign fyrir 39 milljónir króna annars vegar og svo sett 25 milljónir króna í eitthvað sem skilgreind sem fyrirframgreidd fasteignakaup og þú veist, ég sé hvað hann að gera hérna. Það greinilegt að hún komin í eitthvað fasteignabrask annars ætt, sko, farin fjárfest í steypu og mér finnst það sniðut hjá henni. Já, mér finnst þetta hún hefur ekki ætlað að fara undir eins og í fyrra skiptið. Nei, það nokkuð ljóst. Beint í steypu, sko. Beint í steypu og bara, þetta bara lukkar mjög vel. Ok. Þetta smá útúr, sko. Já, flott. En þannig að 2017, flott, fínasta ár líka. Færum okkur yfir í 2018 og 2019, tek það sama bara, það voru svipuð ár. Það veltan 200 milljónir og 220 milljónir sitt hvort árið, hagnast 37 og 40. Gefur ekkert eftir. Nei, þannig þetta bara orðið þægilegt, skilur, nokkuð sjálfbær peningavél, EBITDAn 24,2% árið 2018 og 22,8% 2019. EBITDA hlutfallið þar að segja. Og þú veist, hér ég bara farin að velta fyrir mig hvað að valda þessu monster háa EBITDA hlutfallið öll þessi ár hérna, sko. Og þú veist, þá fer ég að velta fyrir mér þú veist, ég tek eftir því að með ársverk, þá var launakostnaðurinn bara ótrúlega lár þessi ár, bara einhver þræla laun, sko. Ok. Nú hef ég skilið ársverk þannig hingað til að þetta í rauninni fullt starf yfir allt árið og ef það stendur 15 í ársreikningum þá ger ég ráð fyrir að það séu 15 manns að starfa 100% allt árið. Ég held það, já. En við nánari útreikning hérna í samkvæmt ársreikningi á henni þá þetta bara mánaðlaun upp á einhvern 100 skall plus mínus 10 eftir árum. Ég á bátt við að ársverkin hér standist þessa kenningu mína, sko, þetta fulla starf sem ég var að útskýra, sko, en ég sá reyndar einhverja grein á Stundinni 2019, þar hún að viðurkenna að hafa greitt starfsfólki sínu svart, sko. Og ok, það kalla ég góðan yfirmann. Já, ég meina, þú veist, ég veit ekki hvað, en þú veist, ég vona að allir hafi bara gengið sáttir frá borði, sko, en það útskýrir líklega þetta óeðla háa EBITDA hlutfall að einhverju leyti, sko. Já, þú veist að launakostnaðar ætti að vera hærri en þú veist svo
gæti bara verið að þessi ársverk í ársreikningu séu bara stórlega ofmetin. Það séu kannski ekki nema 3 eða 4, þetta er bara ein búð, skilur. En það er kannski 15 mann sem starfa þarna, en hver og einn bara í 20% þú veist, starfshlutfalli. Kannski vant að komu, 1,5. Það væri frekar alvarleg villa, myndi ég segja. En til að loka þessu árum 2018 og 19, þá greiðir hún sér út arð í fyrsta sinn, 26,8 milljónir 2018 og 27,4 2019. Okay, takk fyrir pent. Pingina þykjast. Herðu, og þá erum við komin bara til ársins 2020 sem er síðasti útgefni ársreikningur. Og til að byrja á tekjuna þar, þá tekjur hann nú bara einungis færi vaxandi milli ára frá upphafi og það var engin breyting þar á núna árið 2020 en tekjur á aukast hvorki meira en minna en 8, 10 og 7% upp í 413 milljónir króna. Hér er COVID-netsalan að kikkin. Sko. Þú veist, eins og ég segi, hún sagði í viðtali 2022, núna í ár, að netsalan væri í kringum 40, eða hún sagði reyndar að verslunin væri í kringum 60% af veltunar. Hún væri ennþá ríkjandi. Er það nýja verslunin eða gamla? Já, þetta er á Dalvegi. Þau opnuðu hana 2001. Já. Þannig kannski gott að taka það fram að hún var ekki opnuð 2020, sko. Það verður gaman að sjá 21, ég held að það verður sprengjuár. Já, það getur verið sprengjuár, sko. Sprengjuár? Ég er hræddur það, sko. En hefur ekki líka eitthvað komið fram með kynlífsdagatölun? Eru þau ekki búin að springa svo út? Þau líka, ég held að þau hafa nú þau eru byrjað 2020, það er alveg potið. Já. Ég held að það sé helvítis velta á því, sko. Já. En já, einmitt, netsalan hann að kikka vel inn bara drullu fín velta 413 milljónir. Ég tók nú Yngvi Special 28 milljónir króna per starfsmann með við 15 ársverk. Ok, það er bara flott. En þú veist, hér er nú aftur farin að bara efast merkingu ársverka í þessum reikning, sko. Já, þannig að kannski er þetta bara 4 starfsmenn og þetta er miklu hærra tekið per starfsmann, sko. Já. En þá fer ég aðeins í smá samanburðina við Losta og Adam og Evu. Ok. Þetta er fyrir árið 2020, þá er Losti að velta 35,8 milljónir króna og þau eru stofnuð 2019 og svo er Adam og Eva náttúrulega eins og við tölum bara búið að starra bara síðan elstu menn muna þau eru í 154 milljónir króna í veltu. Adam og Eva? Já, og þú veist þetta eru held ég svona 2 vinsælustu fyrirtækin á þessum markaði kynlífstækjamarkaði, sko. En já, Adam og Eva, sko 154, ég veit ekki ég veit ekki alveg hvað hefðu þú haldið? Það eru haldið neðar, ofar? Nei, ég bara hef ekki hugmynd, sko. Nei, þetta er náttúrulega bara svo rótgróið, sko. Þau eru bara búin að vera frá því að leðursmokkanir komu á markaðinn, sko. Já, akkurat. Nei, ég var að detta á síðuna, þannig glemdi ég mér aðeins. Þá er ég að tala bara gömlu góðu leður pingju smokkarna, sko. Já, ég líka að velta fyrir mig allir sem með einhverja prestabúninga Farðu nú ekki að grúska í því. Nei. Bara að ferma alla löngu áður en að þeir eiga að fermast. Já. Er það ok? Nei, en já, þetta er skemmtilegu samanburður. Koksið, kíkjum á þess að það. Kostnaðarverð seldra vara, það var 222 milljónir króna sem gerir 86,5% álagningu sem er óvenju lítið þetta árið því að sko, þetta var 134% meðaltali 3 ára undan álagningin. Ég velti fyrir mér, þú veist, er netsalan, hún hefur kikkað 2020, er eitthvað ódýrara þar, ég veit ekki, er veit að kanna það svona aftur í tíman, sko, en það var allavega stórfelld lækkun á álagningu þannig, og mér finnst 86,5% ekkert klikkuð álagning, sko, á þessar maskínur sem eru þannig til sölu, sko. Nei. Ég gerði, sko, smá samanburð, þú veist, ég var að viðkynna, hann ruglaði mig dálítið í rýminu, sko, Losti er með 7,9% álagningu og Adam og Eva 386%, sko. Þetta er náttúrulega bara heiminn og hafið það millið, þetta er náttúrulega bara fyrirtæki mismundi fasa og eitthvað, skilur, en með þessi álagningarhlutvöld, það er bara eins og Adam og Eva séu bara að selja strókleður og Losti í einhverju gjaldeyrismiðlun, sko. Strókleður? Já, þú veist, ég er ekki hægt að leggja rosa vona strókleður. Ég þekki ekki. Nei, en já, þetta svona slómyndoldi, Losti 7,9% álagning, Adam Eva 386 og hvað var Blöss 86,5, sko, já. Ég skil ekki alveg, þetta er bara út víðan völl, sko. Já. En allavegna, hvað sem því líður, þá bara dembi okkur yfir launin og þú veist, smá
smá hálkusvæði, ég er að fara inn á smá ís hérna, en þú veist, launatengd gjöld, þau voru hérna 2020 tæpa 70 milljónir og að því voru hrein launagjöld 53,6 milljónir króna. Og þú veist, ég veit eiginlega bara ekki í hvort fótinn ég á að stíga hérna, því að þú veit, eins og ég nefndi á hann, eru hrein laun árið 2016-19 100.000 krónur per starfsmann á mánuði hérna, með við skráð ársverk í ársreikningum sko, þannig að hérna þú veist, svo árið 2020 erum við vissilega komin upp í 298.000 krónur sem er töluverð bæting en þú veist, samt sem áður algjörlega ósæmandi laun, þetta er bara jafnvel hann árið 2020 þú veist, ég ætla bara að gera ráð fyrir að þessi ársverk séu ofskráð í þennan ársreikning sko. Já, við skulum vona það. Það má leiða því líkum að þessar tölur gefi ekki rétta mynd, ég er bara allavega að vona það fyrirtækisins vegna. Annars er þetta náttúrulega enga veginn til fyrirmyndar sko. En svo er það EBITDAn. Bullandi EBITDA, eins og ég kom inn á áður, 87 milljónir króna eða 21,1% EBITDA framlegð sem er þó lagsta frá ári sko. Þá var hlutfallið 3% í byrjun. En eins og ég nefndi hérna áðan þá er EBITDA hlutfallið verið bara alveg skyrocketing sko, þessi ár. Meðal EBITDA frá stofnun verið í kringu 23,4%, jafnvel þó ég taki stofnári með þarna þessi 3% og veist, það er bara undanverður árangur. Samanburðar EBITDA hlutfalli á samaburðarfélögum á síðasta ári það var Losti með 7,3 og Adamovi var 17,8%, þannig að já, það má segja að Blöss beri þarna höfuð og herðar yfir samkeppnisaðila hvað EBITDA hlutfall varðar. Já, þetta er langa arfbæra steiningin. Svo er það hagnaðurinn, þau eru hérna með hreinan hagnað upp á 66 milljónir króna árið 2020, takk fyrir, ég legg ekki meira á ykkur. Og svo greiðir hún sér út hérna, hún gerður sláandi 79 milljónir króna í arð fyrir árið 2020. Þú veist. Þetta er mest að HSH sem ég séð. Þetta er hugsjónakona sem hlær í dag. Já. Ég held að það sé alveg öruggt að segja það. En, já, og svo er bara hérna samtalshagnaður upp á 235 milljónir króna yfir þessi 6 rekstrarar og hún hefur greitt sér út rúmar 133 milljónir króna í arð yfir líftíma félagsins og það er allt á árunum 2018-2020. Hún situr ein á þessu, hún er 100% eigandi, þú veist, þetta er bara undrafyrir árangur sko. Já, þetta er geðvægt. Þú veist, bara no cash, þetta er svona nokkuð skonar prentvél sko, bara. Já, já. Og það, eins og ég segi, það lítur ekkert út fyrir að það sé að fara að hætta. Herðu, dempum okkur yfir í efnahagsreikningin, við skulum hafa hann í boði Dominus-dag. Já, og ég reyndar, ég þarf að leiðrétta hérna eftir, það var Dominix, ekki Domingos. Já, Dominix, já. Dominix. Það hlaut að vera sko, mér fannst Domingos eitthvað of og gott til að vera satt sko. Já, ég las nótuna villust. En þarna, ég verði samt með betri samantekt að þessu næst. Já, gott. Þar sem ég ætla að segja 10 vitlausar hlutum Dominos og þú átt að giska á hvað það er rétt. Já. Skulum sjá hvort við félst á fyrsta prófunu. Sjá hvort við höfum tíma í það. Já. En hérna, efnahagsreikningurinn, byrjum á eignunum, fasta fjármunir, þetta eru hérna 60 milljónir króna. Þar eru 45 milljónir króna áðurnefnd skuldabréfaeign sem í byrjun voru hvað? 66 milljónir króna. Svo AS leigufélag er greinlega búið að greiða niður höfuðstólinn 21 miljón. Varanlegir rekstrarfjármunir standa svo í tæplega 15 milljónir króna í bókfærðuvirði og þar er langstærsti hlutinn innréttingar, svo eitthvað í tölvubúnað og bifreiðir og það hefur verið afskrifað slatta en hafa í heildina keypt sem sagt varanlega rekstrarfjármuni fyrir rúmar 30 milljónir króna. Hún hefur ekki mikið verið að sanga að sér fastafjármunum inn á þetta félag. Nei. Þú veist, eða svona ekki svona kannski eins og gengur og gerist þegar félög velta eins og þau Blöss er að gera sko. Já, og byrðir eru náttúrulega bara veltufjármunir sko, þannig að einmitt sko. Ég var einmitt að velta fyrir hvort við værum að fara að telja fastafjármun í einhverjum fjölda dildóa sko, en það er þá kannski gert frekar veltufjármegin sko. Afsakið. Nei, það eru ekki gerfilimir í fastafjármunum. Þetta eru eins og ég segi, innréttingar, bifreiðir, húsgögn, jari. En hún hefur vissulega gert geggjaðan stað, vissulega opnaðan 2021. Þetta væntanlega einhver hluta þessu eru innréttingar sko fyrir nýja staðinn. Og hefur séð inn í
búðina bara myndir, ég hef aldrei komið þetta alveg geggja dæmi sko. Þetta held ég einhverju 700 fermetrar ég veit ekki hvort ég sé að segja satt með það, með minni það en já, hún keypti hérna fyrir 30 milljónir króna og en þú veist eins og ég segi bara fyrirtæki með þessa veltu maður sér yfirleitt svona meiri fasta fjármuni en en hún vissulega kaupir þetta fasteign í öðru félagi ég að fíla þetta steipubett já, algjörlega en svo kíkjum við slætum við yfir í veltufjármunina það eru rúmar 137 milljónir króna stór lager af maskínum og dildóum og öðru 59,2 milljónir króna byrðir og tókstu velturhraðan? Ég tók nefnilega velturhraðan og ég vil kannski benda fólki á að velturhraðan reikna ég sem meðaltal á byrðastöðum milli ára þannig að ég tek ekki byrðir ársins ég tek byrðir ársins í lokárs í byrjunárs og svo lokárs deilið með 2 til að finna meðaldali það er eiginlega svona nákvæmast í máli hvernig sem þú getur haft að velturhraðan Lögnefndin hafði samband út af þessum daginn Prófnefndin en velturhraðin, hann er bara nokkuð flottur hann er 5,1, það er endur nýjan á svona 70 daga fresti að meðaltali og er þetta bara gámar frá Kína? Ég þekki það nú reyndar ekki ég fór nú ekki að kafa ofan í það sko en þú veist þetta virðist vera fínasti velturhraði með mér að Lindex hafi verið eitthvað í kringum 100 daga, að losa lager og 100 daga fresti þannig að þú veist, það er svona retail eitthvað pæling sko en þú veist, bara sem ég segi, þetta eru alls konar vélar og dót sko, 70 dagar held ég bara mjög gott. Vélar, segirðu? Maskínur. Já, ok, allt í gott. eða tæki, eða hvað sem þú vilt kalla þetta. En já, undir veltufjármunum er líka handbært fé, það er stendur í 48 milljónir króna. Og heildar eignast aðeins, veltufjármunur og fastafjármunur mynda saman 197 milljónir króna. Herðu, yfir í skuldir, eins og við komum fram, þá er fyrirtækið langtíma skuldlaust. Ég veit gott að geta bara sagt það 2015 og 2022, þá bara stendur það á blaði. Ég segi það, komum með þennan rekstur og segja það sama allan tíman. Inn í bankanum, bankar upp á með skjalatösku og hann fær engin... bara nei takk, ég þarf þig ekki. Þína þjónustu? Nei takk. Já, þú getur keypt á okkur handjárn og hvað þú þarft sko, en snáa. En við tökum ekki frá þér pening. Já. En já, eins og ég segi, hún er bara, hefur aldrei þurft að fjármagna neitt með langtíma skuldum, sem er vel. En skammtíma skuldir, það eru upp á bara 95 milljónir króna, sem eru, þú veist, bara mest einhverja viðskiptaskuldir og aðrar skammtíma skuldir sem ómögulegt er að kryfja eitthvað svona nánar. Þetta eru bara opinber gjöld og skattar og eitthvað svona dót. Já. Eitthvað sem er greitt innan við nokkra mánuði. En nú er ég búin að vera að venja náttúrulega hlustendur á að setja upp svona skammtíma greiðsluhæfisgleraugun. Og ég veit að einhverju glöggir hlustendur eru bara strax byrjað að hugsa, veitu, hér er allt með feldu og veistu, það hefur rétt fyrir sér. Veltufjárhlutfall 1,45. Fínasta veltufjárhlutfall. Lausafjárhlutfall, það er harðari mælikvarði á skammtíma greiðsluhæfi, eins og hefur komið fram margoft. Rétt. Sá stuðull stendur í 0,82 og ok, ég veit, nú er einhverju hugsa, wow, undir einum. Er það ekki bara bullandi veseni? Þú veist, jú, nei. En já og nei, við viljum að sjálfsögðu hafa lausafjárhlutfallið yfir einum, skilur, en reksturinn er bara það góður og langtíma skuldastaðan á 0, svo þú veist, hún gæti leikið sér að því að koma þessum hlutföllum bara upp í 100 ef hún er í skapi fyrir smá gírun, sko. Mér líður eins og þetta sé svolítið svipað og svo með Lindin daginn, sko. Það voru bara engin langtíma skuldsetning. Já. Þar að leiðandi ertu örugglega bara svona, við þurfum ekki að vera með svona mikið cash í banka. Og þetta hlutfall svona bara, aðeins undir einum, en þú hefur einhver áhugjur. Nei, ég hef ekki nokkra stökust áhugjur á þeim, þó að hlutfalli sé undir einum, lausafjár hlutfalli, sko. Já, akkurat. Þá, þau geta, þú veist, ef hún er í skapi fyrir smá gýrun, sko, þá getur hún bara leikið sér að þessu, sko. Já. Bara, hún ræður hlutfallunum. Já, basically. En svo er það annað hlutfall, það er skuldahlutfallið, það er 48,2%. Allt auðvitað skammtíma skuldir eins og ég nefni á hann. Það er oftast talað vissulega skuldlaust félag þegar enga langtíma skuldir eru við líði, sko, en hér fer ég eftir þessum akademísku fræðum og tek allar skuldir með inn í skuldahlutfallið. Þannig að það má álíta sem svo að skuldahlutfall fyrirtækisins sé 48,2%. En ef bara langtíma skuldir væri skoðar, þá væri það bara skuldlaust félag, sko. Já. En já. Svo er það bara eigið fé
örstutt í þar telur órást á EIF 101,5 milljónir af rúmlega 102 sem EIF í heildina. Svo þetta stendur bara í þessu órást á EIF sem bara náttúrulega uppsafnaðar hagnaðar frádregnum arðgreiðslum og þú veist, engin hlutafjáraukning, það bara sami gamli 500 skallinn hérna inn á. En það er engin þörf að fara að hækka hlutafjár hérna, sýnist mér. Nei, þetta hefur verið hot leg síðan þarna 2015. Já, það virðist vera. Hún virðist hafa tekið það, tekið á sig, skilur. Já, bara principles. Já, ég veit. Fyllt í. En já, þá efnahagsreikningurinn bara við erum komin til botns í honum. Sjóðstreymið enn og eftir, siðelstreymi. Ég vil enn og eftir benda einmitt á það engum til skemmtunar að renna sérstaklega eitthvað yfir sjóðstreymið. Ég nota það bara til að skoða svona söguna. Það að fara í og úr pingjunni yfir árið. Ég vil reynda að lasta því fyrir að birta ekki sjóðstreymið hérna 2020. Ég fyrirgefi það í þetta sinn, þar sem að sjóðstreymið var hérna öll þessi ár á undan, en það hefur verið gaman að sjá sjóðstreymið árið 2020. Ég með grunar á það hefur verið árið þar sem að skuldabréfið var greitt niður. Og ég get ekki séð breytinguna út að vanta sjóðstreymi. En já, saman þetta er líklega búið að vera alltaf löngu yfirferð hérna hjá mér, ég veit ekki, en ég er örugglega að gleyma fullt af dóti. Þetta er mjög áhugavert, langaði að fara onni í svo marga sauma, en við verðum að reyna að halda þessu hérna innan skynsamlegra marka. Við þurfum bara að fá Gerði í spjall. Já, það væri klálega gaman að fara yfir þetta bara með henni, smá breakdown Sexy Pingjan special. Já, nákvæmlega. Pingjan eftir dark, jável. Nei, þetta ekki eftir dark. Nei, Chessararnir eiga með. Já, ég veit það, okkar menni á Chess eftir dark. Við viljum bara hafa þetta upp á borðum, Já, algjörlega. Sex upp á borðum. Bara sexy pingja. Já. En já, eins og ég segi, bara til að draga þetta saman, reksturinn stórfín, það er engin merki bremsur hjá henni Gerði og Blöss, það er nokkuð ljóst. Launamálin ennþá óupplýst vissulega, það svona lítur út fyrir að ársverkin séu hreinlega bara eitthvað vitlaust skráð við að ársverk sé fullt starf allt árið, eða þú veist, það er mín kenning, Já, eigendur hafa nú verið að hafa samband við okkur og last okkur ef við sitjum eitthvað ránd í loftið. Já, þannig að bara, já, algjörlega, ég tek þau bara á kassan. Akkurat. En þú veist, annars bara mjög djúp pingja. Langtíma skuldlaus, sé ekki frá annað en þessi rekstur verði bara farsællinn í eilíðar nón, Já. Þú veist, skófræðingurinn í mér segir bara þetta sem svo góðu köngull á hausti, bara uppfullt af fræjum og góður jarðvegur, Algjörlega, og bara stórt hrós til markaðsmannesku ársins 2021 sem hún Gerður. Congratulations. Með þeim orðum ætla ég bara að ljúka máli mínu hér í dag. Já. Farðu klapp á leikslókunum? Maður sjá, hvað klappið hérna? Nei. Þetta er failure. Hanna? Takk fyrir. Heyrðu, á ég þá ekki bara að taka boltan? Jú. Takk fyrir þessa yfirferð. Já, bara verðið þér að því. Arnar, ég hef kannski aðeins að stilla hann er með svo mikið í gangi, en ég er sem sagt að taka hið fornfræga Sóma. Já. Samloku veldið, Sómi. Ég nú sporrent í mig nokkrum slingum. Því skal ég trúa. Já. Og ég kem inn á eftir hvað Sómi á stóran þátti að BMI-stuðl minn og örugglega fleiri landsmanna ríkur upp á sömrin Láttu mig það ekki það. Já, ég var í háskóla með háskólabúð þarna á hæðinni fyrir neðan Já. En þannig ég takk aðeins söguna að þetta er Sómi er stofnaður 1978 af Bjarna Sveinsinni og Sigrúnu Hjaltalín. Og fyrst sérhæfðu þau sig í hamborgurum. Og svo skýring sem fylgir á því var að þá voru lítið örbylgjuofna eða þeir voru á skornum skammti og þá var hann að keppast við að steikja mótni, svo brunaði Bjarni sjálfur bara með það út allt, svo hægt var að selja og heita í hádeginu. Já, ok, þannig að þetta er ekki þessi köldu sem þið eru með í dag. Nei, ekki samkvæmt þessu, þá byrjaði þetta svona og svo í kjölfari kemur kannski þessar samlokur sem að við þekkjum eins og rækjusalatið, hangikjöt, roast beef og eins og kemur fram hjá þeim sem Íslendingar tóku fagnandi og hafa borðað með bestu listi áratugi. En það urðu kaflaskil hjá Sóma árið 2003 en þá kaupa sem sagt 2 meðeigendur og starfsmenn hlut Bjarna út kemur fram 70% og eignast Sóma og þetta eru þeir Arnþór Pálsson og Alfreð Hjaltalín sem í dag ennþá stærstu eigendur og eru held ég titlaði framkvæmdastjóri og sölustjóri bara enn þann dag í dag. Okay. Til að bara aðeins kom inn á söguna að þá bættu við þessi Jumbo
árunni 2005. Ég ekki viss að viti það allir að Jumbo og Somi séu sama aðila, sko. Nei, ég nefnilega velt fyrir, hér þetta að segja mér skemmtilega fróðleik, sko. Því að ég rosalega mikill Jumbo maður líka, sko. Já. Ég bara dýrka þessa samlokur, sko. Þetta svona heldur svona svipað þegar þú fattar að Opal og Topaz eigu sama aðila, sko. Ég man samt þegar að Soma samlokunar urðu að Jumbo, sko. Já, En svo komu aftur sér Soma samlokur setna mér, sko. Já, það geti verið ég man bara eftir gömlu góðu sómasamlokunum í sko bláa plastinu hérna. Já, ég er með mynda því fyrir frammi, sko. Það er nostalgía, sko. Þetta gerist árið 2005 og þarna, það sem er svolítið merkilegt er, sko, að það voru bara skrifað fréttir það hérna, að það var verið að tala um eiginlega bara svona fjandsamlega yfirtöku. Nú? Já. Eitthvað drama í samlokufransanum. Já, þú veist, ég fór að velta fyrir mig, var Jumbo á markaði eða hvernig ber það til að fjölmiðlar eru bara að skrifa það hérna, eigandinn fengi mörg tilboð en ætlar ekki að selja. Og þá var það segast þannig að það voru einhverju 3 aðilar gegnum Íslandsbanka að gera tilboði fyrirtæki en á endanum lét hann verða að því að selja. Og hann var með eitt helvíti gott. Þú sagðir, var Íslandsbanki að gera tilboði? Nei, sá söluna, sko. Já, ég veit ekki hvað hefur mig lekið þar, því að það voru nokkra fréttir hérna einhverja fjandsamlega yfirtöku sem endaði síðan bara í góðu, sko. Já, gott. En svo gerist það hérna, já, sko, það var smá hafari í kringum þetta, þannig ég sé svona reyna að halda þræði, sko, að Íslandsbanki sem sagt ber honum eitthvað tilboð, sem sagt Jóni Erni sem var eigandi Jumbo. Ég spurði Íslandsbanka einfallega hvort þeir held að ég væri að reka einhverja vídeólegu. Þá var verðið sem sagt enga veginn honum þóknandi og hann ákvað bara gengisfella allar vídeólegur á landinu, sko. En það fór svo að Somi eignaðist Jumbo. Já. Og ég með spurningu dagsins. Ég búið að renta party. Veistu hvað þau voru að smyrja margar samlokur á dag á þessum tímapunkti? Þú ert að spyrja mig? Já. Giskaði. Ég veit ekki. 5.000? Nei. Nei, þarna kemur fram í frétt að bæði fyrirtæki sem voru eiginlega jafn stóra á þessum tíma. Nei, 5.000 það er yfirskott. Nei, voru að smyrja sikkorar 12.000 samlokur á dag, sko. Það er jafn mikið og hérna vinur okkar. Nú, býtu hver? Joe með 12.000 samlokur á dag? Nei, það er ég að rugla. Nei, það er ekki fræðilegur. Það er ekki fræðilegur, sko. Ég held að þú væri að tala um Joe, þú nefndir þetta eitthvað hérna. Nei, þetta er bara þau 2005, sko, þannig ég get ekki ímyndað með hvað er að smyrja margar í dag, sko. Shit, 12.000 samlokur. Ég held að séu 2 leiðir á Íslandi til að fá blöðrur á puttana, sko. Það er þeir að telja peninga eftir arðgreiðslu, eins og Gerður, og þeir eru að smyrja 12.000 samlokur, sko. Jesús, það er álag, sko. Já, það er einmitt. Heyrðu, áður en ég hérna dembi mér í rekstrarreikningin, það var svona síðasta, þetta er bara svona, hvað getur maður sagt, þetta er bara hluti af okkur Íslendingum að vera í einum bónus, bara name it, út í búð og geta gengið að Jumbo eða Sómasamloku. Já. Og maður svona verður ekkert svakalega mikið var við einhverju auglýsinga herferðir, þú ert ekkert að sjá eins og með Nova að það sé hérna standa allir naktir að rétta samlokur á milli, þeir eru að auglýsa eitthvað nýtt. En það var smá hafari á þeim 2019 og það er svona kannski fréttnæmast síðastliðin ár að þá sem sagt var Jumbo í rebranding eða endurmörkun eins og einhverjir myndu kalla það og þá sem sagt Oatly og Yum sem er svona vegan option. Já. Kærðu þá til Neytendastofu og svo endanum var þeirri kæru bara vísa til föðurhúsana og ekkert aðhafst meira með það, þannig að dæmi hver fyrir sig. En breyttu þau samt ekki tilbaka eftir þetta? Ég held ekki samkvæmt heimasíðunni, sko, og ég meina að þeir komið viðtöl hérna starfsmaður Jumbo sem sagði bara við vorum ekkert að fylgjast með þeim í okkar vinnu, sko, þannig að maður verður bara að treysta því sem maður sér og les og því sem maður ríkið gengur á eftir. Trú á gagnsæi fjölmiðla. Já, akkurat. Heyrðu, rekstrarreikningurinn eða EHF-ið er einfallega bara Somi og já, ég var einmitt að velta þessu fyrir mér. Og það er samstæðureikningur og ársreikningur. Já, ætlar þú að vera snerta á samstæðureikningum aftur eða? Nei, ekki séns. Ég held að það sé bara gott og haldið í ársreikning. Ég ætla bara að taka Sómasamlega og kannski kom inn á það að hluta samstæðun er Þykkvabæjar sem er svona annar lítill naggur sem maður lærir á þessari yfirferð, sko. Og Somi kaupir Þykkvabæjar 2015. Þannig að það er svona eitt acquisition á 10 ára fresti. Athyglisvert. Já, þannig að við bíðum bara blí spenntir eftir hvað gerist 2025. Já. Hverja Soma kaupir næst. Já.
En sem sagt, tekjur af aðalstarfsemi árið 2020, 2,4 milljarðar, cirka bát, 2 milljarðar 396 milljónir 668.421 króna. Og þetta í rauninni vöxtur á milli ára. Ok, ekki, sko, þeir tapa aðeins, þeir eru í 2,410 þarna 2019, 2.410.000. En svona heilt yfir, þá hefur verið veltu aukning ár frá ári hjá Soma alveg síðan árinu 2016 og það bara vel, það sem þeir að auka veltuna úr hérna býta aðeins, ég með þetta hérna í Excelnum. Já, sem sagt 2016 veltan á Soma, sem sagt bara ásökningum 1,9, fyrir upp í 2, 2,2, 2,4 og svo núna svona bara á pari, 2,4 hérna 2019 og 18. Og á sama tíma þá náttúrulega koksið að aukast með og kostnaðarverð seldra vara hjá Soma 1.172 milljónir eða tæpir 1,2 milljarðar. Já, 1,2 milljarðar. Svo stórar upphæðir hérna sko. Það 49% af veltu sem að bara hefur bransan það sem gengur og gerist. Já, þetta svona 100% álagning. Já, sem þú sérð á samlokunum út í búð. Eða meira frá þeim til búðarinnar sko. En laun og launatengt gjöld 736 milljónir, annar ekstrakostnaður 294 og svo ekkert mikið afskriftir, það einhverja 17 milljónir. Þannig að þetta bara feikilega heilbrigt og ef ég tek hérna eins og tek smá recap á þessu, 736 milljónir á 92 starfsmenn, þannig að meðalaunakostnaður 8 milljónir haus. Á ári. Já, sem bara með því hærra í þessu sko og ég að bera okkur saman hérna á eftir við sem sagt Jömm eða vegan matur sem innflutningsfyrirtæki á veganvörum og dreifiaðili og söluaðili og svo ég með Dagný & Co sem svona nokkurn veginn í sama business að selja svona ready made food út í búð. Svo kíkti ég aðeins á Jóa Djúsara og Lemon sem bara samloku risar sko. Þetta alveg samanburður hjá þér. Já, ég svona stikla á stóru með þetta. En semst 92 starfsmenn og bara þokkalega há laun greitt þarna með við hinna. 8% EBITDA. En ef við tökum samstæðuna þá var hún 12%. Þannig að svona Þykkvabær aðeins að rífa upp meðaltalið. En samstæðan eiginlega bara búin að vera arbæður og vel rekin síðastliðin 10 ár sko, má segja. Þannig að þetta bara feiki gott operation sem í gangi. Og við erum þá að tala hagnað ársins 245 milljónir. Ekki slæmt. Þá kannski veltir fólk fyrir sér, sko, EBITan í rauninni lægri en hagnaðurinn. Og það út af hérna áhrifum emitt. Já, Þykkvabæjar, þeir kikka þarna inn, sko. Fórum í My Special, tekið per starfsmann. Og það sem eiginlega skemmtilegt hérna fyrir sómamenn, þeir bera höfuð og herðar yfir bransan. 26 milljónir á haus. Næstir þar á eftir eru hérna veganmatur með 23 milljónir á 13 starfsmenn sko, þar sem að veganmatur að velta 302 milljónum og eru svolítið bara svona í vaxta fasa en að nágreinlega þokkalegum tekjum per starfsmann svo að vinnur okkar í Joe og Lemon sem eru með sikkura 19 þannig að Sómi ber höfuð og herðar yfir þetta að ná tekjum út úr starfsmönnum og að borga þokkalega í þokkabót ef við kíkjum síðan hérna bara yfir á efnahagsreikningin þá þetta eignir upp á einhvern milljarð það að fasta fjármunir 601 og það sem ég rak upp stóru augu að bara langsamlega stærsta 531 miljón bókvarð í eignarhlut í dótturfélögum sem Þykkvabæjar. Það ekki, hvað fasteign á þessu? Nei, ég sé það ekki sko, því að varanlegir ekstra fjármunir skiptast þarna í einhver vél og tæki og svo bíl sko, þannig að já, bifreiðar, aðrar eignir, já. Ég veit ekki til þess að það sé einhver svona Marel-vélar sem eru farin að smyrja í dag, þannig að ég gerir bara ráð fyrir að ekki ennþá bara starfsfólki bara mannablinn eða? Jú, það bara með peltor og hlusta á pinguna og svo bara smyrja eins og þú getur sko. Fá blöður á puttana í leiðinni. Já, bara blöður á puttana. Veltufjármunir 463 milljónir, þar af viðskiptakröfur 229 langsæslega stærst og það bara eðlilegt að selja mikið út í búð og ég þekki nú svo sem ekki greiðslu skilmála, þetta ekki mánuði pluss 15, þannig að þeir að fá greitt hann einhvern tímann eftir áramót frá Bónus & Co. Þannig að það og já, þú spurðir og ég svara. Þetta eru eignir rúmi milljarður. Já, og þú spurðir og ég svara. Þetta ekkert svakalega skuldsett. Langtímaskuldir 108 milljónir, skamtímaskuldir 310
og við fyrir að rúlla yfir einhver svona hlutföll hérna því til samanburðar þá gerir þetta veltufjár hlutfall upp á 1,49 lausafjár hlutfall 1,39 Já, stórfínt bara Já, og enn og aftur höfu og herðar yfir bransan sko, það er bara gamla góða samlokan er greinilega að skáka Já, bara þessi bara gamla skóla samloka Já, mörgum af þessum nýjungum sem að Það er bara fransbrauðsneðar og eitthvað draslinn á milli sko Það þarf ekki meir Ekki drasl, gæði Já, gæði, já, bara þú veist eitthvað svona gums Já, en allir aðrir til samanburðar eru undir einum sko og COVID svona komið mishart og niður á þennan bransa þú sér það, þú veist, þetta er engin veldur samdráttur hjá Soma sko, þú veist Nei Já, á meðan við hérna eins og við tökum Joe the Juice, vinn okkar Jóa Djúsara að hann er að fara úr yfir milljarði niður í 537 milljónir sko 2019-20 Já, það er COVID að tala Það er helvítis högg Þeir eru náttúrulega í leifstöðinni Ég held að sé leifstöðin sko Já. Þannig að þetta hefur verið svona misgott ár hjá flestum en sómamenn eru bara eins og ég segja, bara, hér er allt í sómanum Ef við kíkjum á velturhraða byrða 35,88 og eitt hérna, ég veit að þú varst aðeins að leika með byrðirnar, ég fór líka, ég kíkti aðeins á að þetta eru byrður upp á 32 milljónir, það er ekkit svakalegt og þar af eru hráefnisbyrðirnar 14, rekstravörur voru hinn meirihlutin, þannig að í rauninni gætur tvöfald að veltur hafa byrða Já, svona kannski frekar að taka hérna með hráefnið Já, ef þú tekir hráefnið Það er hvað, 14 segir þau? 14 milljónir 14 milljónir í hráefni sko þannig að og þá ertu í rauninni að tvöfalda veltur hafa byrða upp í sko. upp í sko tæplega 70 Já. Það segir mér bara eitt sko, það er bara, hvað er klukkan? Smyrja! Það er allt smurt, það er allt notað sem er til endalaust verið að smyrja sko og þetta, annars rennur þetta bara út og við viljum það ekki sko Já, þannig að biðtími byrða hann einhverju 10 dagar, gæti verið 5 sko það gefur náttúrulega augalega, það er út af því þetta fer á haus, nei ekki á hausinn, þetta fer hérna rennur út á ákveðnum dögum, þessar ágættu samlokur sko, þannig að það er bara smyrja Nákvæmlega Ég tók eitt skemmtilegan hérna, sorry að hlaupa hérna yfir í seðilstreymið sem að er bara með í hérna ítalara sem ég hef séð þetta er gott seðilstreymið hérna sko Já, og bara margir skemmtilegir hlutir að gerast á þess að vera eitthvað ganga á það, hagnaði fyrir tekjuskatti er 279 milljónir hreint veltu fyrir frá rekstri 185 svona eins og við komum inn á þann sko en sko, eitt sem ég, klára, ég ætla að leifa að klára ef það er eitthvað merkilega sem þú hefur að segja úr seðilstreyminu Nei, ég ætla að segja bara að segja hérna með eigið fé, ég spóla aftur, sorry að sé að hoppa fram og tilbaka, þá er sko eigið fé 646 milljónir þar að óráðstöfu pingja 463 og ég gerði gott betur ég ákvað að taka arðsemi eigin fjár Já, það er nú alveg komin tíma á að taka það Já, og það er 38% þannig að ég bara með Já Það er helvits hellingur Já, ég held að sé herra heldur en bara hjá bönkunum í Kauphallinni sko Já Þannig að ég ætla bara með ákallum að þessir meistarar mæta á marka sko ljókur að taka þátt í þessu samloku veldi sko Það er alveg pláss fyrir þau á mínum mati Ég held að Ég sé hérna, það eru keyptar fjáreignir upp á 120 milljónir Já, það er sem sagt fjárfestarhreyfingunni Já, ætla að koma aðeins inn á það þarna það er, eitthvað kaup og sölu þarna á fjáreignum sem er ekkert skilgrindar sem er svo sem bara allt í lagi sko en þetta eru svona stóra hreyfingar á hverju ári þannig að það er eitthvað verið að sýsla með hlutina þarna Bætaðu ekkert við sig hérna og verður viðbót á árinu Nei, þetta kemur ekkert inn í fastafjárminnan sko en þau endurfjármagn greinilega lán, taka nýtt lán 150 kúlur og svo er arður upp á það sama bara 150 þægilegar þetta mallar bara 170 ári áður og þetta er svona svolítið þannig bara Nóa handbæri fjö óráðstöfu pingja alveg í toppi þú veist, þetta er bara þetta er djúp, það er að kafa langt onni þessa pingju til að tæma síðustu öðrana sko og gott betur ef þú fyrir að skoða þig á bæjar sko, þótt þetta koma náttúrulega allt heim og saman í samstæðureikningnum sko en þetta er með betra á ítalega seðilstreymi sem ég hef séð og bara allt í toppmálum þú veist eins og ég segi, nýtt overtrykt lán frá binna í bankanum og það er bara allir glaðir sko bara smyrja, vellur hérna einhver samlokur sósa út munnvikinn og Var hann að gefa þeim einhver kjör eða hvernig sérðu það? Nei, það kom ekkert fram ekkert fram Og þetta er overtrykt? Já, það kom fram að vera overtrykt Þannig að þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af verðbólgudraugnum? Nei, ég myndi ekki halda það sko
Já, eitt svona, þú veist, þetta í rauninni bara svona eina veldi, getur maður sagt, það svo ótrúlega mikið í gangi hjá Soma að það erfitt að gera einhvern alvöru samanburð við aðra í sama bransa, myndi ég halda, sko. Nei, bara Belland dottin á mig? Bella Ciao komið hérna inn, það náttúrulega þýðir endalók, en það bara því að það kom á playlistan, sko. Þetta líklega lengst í þátturinn okkar hingað til og það bara kom. Við tökum það bara aftur og eftir. Ekkert láta það trufla. Já, nei. Ég ætla bara að taka hérna aðeins recap, sko. Ef við tekum síðan bara koksið yfir bransan, koks pluss laun, Somi 80%. Dagný og Kó 84, veganmatur 86, Jói Djúsar 78, Jói og Lem. Er koks pluss laun 80% til Soma? Já. Já, þetta nefnilega alveg bara... Samt eru með 10% hagnaður, já, þau eru náttúrulega með áhrif frá dótturfélögum. Já. Einmitt. Sem að kikkar inn, sko. 80% er rosa hátt, eða svona hefði ég haldið. Já, það með því hærra sem maður sér, sko, og samt eru þau með, já, eins og sér, 80% debitur, sko. Þannig að það er bara allt í fínum málum. Lítið afskristin. Já, bara eiginlega ekki neitt, sko. Svo hérna kannski bara lokum, þá hérna þetta caption, svo ég kom aftur inn á það. Ég hefði getað lesið markaðinn frá 2005 í allan dag, ég held það. Og það hérna captioni Somi vill gleypa Jumbo. Blaðamaður með það hann er örugglega ennþá hlæjandi yfir hvað hann sniður. Þetta er bara æsifréttamennska. Já, og myndaði einhverjum framkvæmdastjóra. Sama dag, hérna, 12. október 2005, Eyrir tekur við stýri. Þá fréttum það þegar hérna, Árni Oddur, framkvæmdastjóri Eyris, tekur við sem stjórnarformaður í Marel. Já, einmitt. Vá, ef ég ætti tímavél, þá væri ég að fara tilbaka og setja allan pening sem ég á í að kaupa Jumbo. Ekki Marel. Jumbo. Ég hugsi að það farið sömu leið á þú. Já. Heyrðu, þannig að það er ótrúlega mikið af gömlum skemmtilegum fréttum til þetta. Og ég held að ég sé bara svona orðin tæmdur. Já, nei, þetta var síðasti punkturinn, sko. Að það skemmtilega við fréttina hérna, Somi verði 800 milljóna króna samlokufyrirtæki. Þá kemur hérna, mikil gróska er nú á sölumarkaði millistóra fyrirtækja. Og eins og markaðurinn hefur áður greint frá, er ekki óalgengt að fyrirtæki séu seld á 7-faldan hagnað fyrir afskriftir og fjármagnsliði. Já, þannig að menn eru konur í EBITDA markvaldara. Já, þannig er 7 sinnum EBITDA in its prime. Þeir voru ekkert að hafa fyrir því að kalla þetta EBITDA markvaldara, það var bara hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði. Ekstra hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði. Þannig að ég tók að sjálfsögðu EBITDA Soma sinnum 7. Já. Og þeir eru að kaupa hérna okkur 200 milljónir. Og í dag er valuationið 7 sinnum EBITDA 1.354.478. Ég myndi selja það dýrar, þetta fyrirtæki. Miklu dýrar. Þetta er bara, þetta er lágmark. Þetta er, þú veist, arðgreiðslegar á hverju ári er í öfni EBIT-inu, sko. Já. Það er, þú veist, svo eru þau náttúrulega með þetta dótturfélag þannig. Já, en eftir þessa yfirferð, sko, ég er alveg sem að stóðmjólkin, hún bara liggur á þessu. Já. Hún sér hvar mjólkin drýpur og... Já, ég er hræddur um það. Hún vill vera þar. Það þarf að skoða það. Þannig að bara svona, já, heilt yfir, þú veist, það hefði mátt gera þetta aðeins meira juicy ef maður væri með eitthvað svona alveg head to head. Þetta er bara svo, integreraður markaður. Ég á nokkuð hrifin að þessu, sko. Þú veist, þetta er bara... Það hefði kannski verið gaman að sjá, en ég skil að það hefði verið talsvert dagsverk fyrir þig að fara að rekja þetta langt aftur, sko. Já, þú veist, ég hef bara týnt mér í að telja arðgreiðslurnar, sko. Já, ég veit, sko, þetta er bara auðveldara fyrir mig kannski, þetta voru ekki nema 5-6 ára aftur með blössi, sko. Já, en hitt er sko, þetta er náttúrulega langsalega stærsta fyrirtæki sem við höfum tekið fyrir. Við höfum ekki verið í... Já, er það ekki? Er þetta ekki stærsta veltan? Jú, þetta er 2,4 miljardar og samstæðan er að velta 3 eitthvað. Já, emitt. Þetta er svona... Já, þetta er bara stór í raun til fyrirmyndar, sko. Og þú veist, ef maður hefði ekki fengið eins og þarna 12.000 samlokur á sólarhring, þá hefði ekki verið með neitt að leika mér að. Það gaf mér svo mikið að sjá 12.000 samlokur á sólarhring. Svakalegt magn, sko. Já, við þyrftum eiginlega, er ekki hægt að óta einhverjum blaðamann á það og vita hvað er að smyrja í dag? Jó, það var reyndar, en Gísli, hvenær kom þessi grein? Fyrsta starf hjá Gísla er nýja starfinn á Mogganum. Það er að smyrja marga samlokur í dag. Segðu mér samt, hvað var þetta? Þessar 12 samlokur? 2005. 2005, það var áhugavert að sjá hvað er að gera í dag, sko. Það hefur náttúrulega, sko, rosalega auki frambóð bara út allt, sko. Somi náttúrulega átti markan örgulega 2005. Það er gaman að vita svona hlutdeildina í dag, þú veist, það eru náttúrulega fleiri þannig. Já, klálega. Það komnar þessar tilbúnu samlokur allar og þetta, sko.
Já, og sem var minna á þeim árum. Eitt sem ég tek eftir svona svo í lokisu, þá náttúrulega maður fyrir inn á ensku síðuna hjá þeim. Þá er með svo gott kvót hérna, stendur Meetings are our bread and butter. Sniður. Fundir er okkar brauð og smjör. Kæmi hræðilega út á íslensku. Nei, ég dett alltaf inn á síðuna hjá maður ensku. Það er einhver verið mjög fleigur, fengi að skrifa þar textan. En með Þykkvabær, ég held að sé nefnilega þeir eru í stórsókn með Þykkvabær. Og það er kannski aðeins útidúr og við vorum að tala um þetta með BMI-stöðulinn, sko, af hverju hann svínhækkar hjá okkur á sumrin. Helst kartöflusalati hjá þeim. Allir þessi tilbúinu réttir. Það er sko, já, það er það sem að Þykkvabær er svolítið að hjóla á núna. Og ég sé að þeir eru með þess að konu með lasagna tilbúið og chili con carne, fiskibólur. Ég held að þetta sé svona til höfuðs 1944, sko. Þannig að það er efni í annan þátt að greina það, sko. En já, þetta er bara flott stórsókn hjá Sóma og Þykkvabæjar og samstæðinu og veldinu. Sýnist það, sko. Líf og fjör hjá Sóma, djúpa pingjur, já, bara mjög djúpar. Svo ég segi áðan bara, það þarf að teygja sig langt niður til að skrapa saman síðustu örana, sko. Já. En já, þannig að þú hefur lokið þínum mál í dag. Já. 2 frábær fyrirtæki hérna sem við fórum yfir í dag. Það hafa verið að standa sig mjög vel. Já. Og já, ég held að það sé einhverjum fleiri blöðum það að fletta. Nei, þau eru bæði bara undir eftirliti seðlabankastjóra, sögum peningaprentunar. Já, í rauninni, sko. Já. Það er hérna, já, þá bara spurning hvort að þú viljir bæta einhverju við hérna lokum. Nú er Bella Ciao komið á fóninn og það þýðir að það er verið að fara að íta okkur út. Já, heyrðu, ég er með hugmynda einu lið sem ég væri til að fá áhörnundur með okkur lið. Já. Gildi. Sendið okkur bestu og verstu gildi sem þið vituðum hjá fyrirtækjum. Ok. Þú ert svo frjór í þessu. Já, ég er að breyta upp á einu lið. Já, bara inn á Facebook-hópin okkar. Ímynd og Pingjan. Já. Og hérna, já. Ég vil fá bestu gildin. Það ekki? Jú. Ég held þá bara að við lokum þessu að sinni. Takk í dag. Kæri hlustendur, takk fyrir hlustunina. Velferð, jafnrétti, gagnsæi. Da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano